What's your romance? Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportátturum ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 20 mínútur í 11 og hann náttúrulega ekki sofnaður, hann Ágúst Björgvinsson, eða við erum kannski að halda honum vakandi, þjálfari af Vals, en þau eigast við á morgun stelpunar hans í dómarasdeild karla, mæta Snæfelli annað kvöld og komdu blessa og sæll, Gústi. Sjálfbessaður. Hvernig hitti ég á þig? Bara ágætlega, við reyndar að keppa í dómarasdeild kvenna á morgun. Já, sagði ég kalla. Já. Jæja, næsti bara við þá. Já. Herðu, hvernig leggst þessi leikur í þig annað kvöld? Það leggst bara ágætlega í mig. Já, þið eru búin að heldur betur að stríða Snæfellingum hérna í úrslitakeppninni. Já, þetta verður hörkuleikir og staðan jöfn 2-2 og það er 8 leik til þess að sjá hverju fara að keppa Íslandsmeistaratitilinn. Já, og þið ætlið ekki að gefa eftir í þeim málum? Nei, við rétt mistum það í fyrra og við viljum bæta fyrir það núna og koma okkur í úrslitaleik. Nákvæmlega. En þessi leikur hefst klukkan korter yfir 7 og þeir þurfi heldur betur að ferðast svolítið? Já, þetta eru nokkra ferðir núna í Hólminn á stundum tíma, þannig að við erum nokkuð vön því Já. að fara í stíksum. Og þá fáið þið bara meiri undirbúningu ekki á leiðinni og svona? Jú, það er alltaf gaman að fara í smá roadtrip, það er svona að keppa liðinu aðeins saman og bara gaman að eyða tíma saman með liðinu. Og eru allar stelpunar heilar hjá þér? Já, við erum með fullmanna lið núna, við vorum án Hafröðar í síðasta leik og Hallveig kemur aftur inn núna og þannig að við erum með fullmanna lið. Það er stórkostlegt. En hvernig fannst þér svona, kom eitthvað óvart með hinn leikinn sem var í úrslitakeppninni? Og Keflavík Hauka? Já. Já og nei sko, Haukalið búið að spila gríðarlega vel í vetur og Keflavík hefur svona dalað svolítið töluvert eftir áramót. Þannig að ég bauðst kannski við að þær myndi nú stríða aðeins meira en ég bauðst nú við að Haukalið myndi klára þá seríu. Já. En svona, ef þú lítur tilbaka yfir þetta tímabil, þá er þetta búið að vera virkilega jafnt og skemmtileg deild. Já, svona fyrir utan Snæfell hafa verið svona, hafa borðið af, þær hafa vunnið 25 af 28 leikjum í deildinni í vetur og töpuðu sínu leikjum bara inn í byrjun móts, þessum 3 leikjum. Já. Og þær hafa ekki tapað mörgu leikjum í vetur. Þannig að það er náttúrulega afrek fyrir okkur að ná að sigra þær í þessari keppni og ná að leggja þær að hólmi 3 sinnum. Það er jafn oft að þær gerðu í allt tímabilið. Þannig að þær hafa verið svona vissuleyti með eitthvað yfirbyrði í vetur. En deildin svona að öðru leyti hafa svona flest lið bara verið allir að vinna alla sko. Já, nákvæmlega. Utan Snæfell hefur verið svona í eiginlega hálfgerðum sérflokki. En þá aðeins að karladeildinni, Valur er reyndar fallið úr fjall þetta leiktímabil, en komið þið ekki bara tvífeldi tilbaka? Jú, við stoppuðum stutt þetta árið en við svona náðum aðeins betra tímabil heldur en þeir voru síðast uppi og þetta hefur ekki gengið alveg nógu vel hjá okkur í Val að ná að koma liðin upp í deildinu og halda uppi. Það er umhverfið mörg ár síðan að Valur hefur átt samtímsætt liðið eftir völd en ég er á því að við erum að taka alltaf svona eitt og eitt lítið skref í átt af því að svo geta orðið. Þannig að við þurfum að safna liði og koma tvíheldur tilbaka í fyrstundina og vinna okkur aftur sæti. Það er nú fjörábyggla fyrir Káringa í dag að staðan hefði endað þannig að Káringar á toppnum og Valur neðstir. Þetta er ábyggla gaman fyrir Vesturbæinga. Já, ég held að svona eins og staðan í dag sko, þá er svona Rígur, hann er nú svona bóltið minkað
undanfarnum árum með vegna kannski það verið lítið að samkeppni, það hefur lítið verið leikið milli Vals og KS. En þegar svona þessi lið hafa verið svona að berja sig mest, þá náttúrulega verður rígur mikill, náttúrulega mikill að reykja eitthvað stórveldi. Já. En svona, já, Þórir eitthvað að giska á það hvernig þessi úrslitakeppni á Köllunum fer? Já, Stjarnan núna konið 2-0 yfir gegn Keflavík, kemur það óvart? Já og nei, Stjarnan hefur ekki verið að spila vel í vetur en hafa rosalega sterka mannskap og svona deildakeppni á þeim finnst mér vera vonbrigði. Já. En þeir eru heldur betur að bæta þess núna í úrslitakeppninni og eru bara góður leið með að slá Keflavík út í 3. ári í röð. Þeir eru búin að slá Keflavík út allan síðustu 2 ár. Þannig að þeir eru góður leið með að gera það aftur. Já. Og svo hinum meginn, það náttúrulega, já, Þór Þorláksson, þeir vinna Grindavík þarna í gær og já, þetta virðist alltaf vera alltaf jafn skemmtilegt einvígi milli Þór og Grindavík. Já, ég sá nú ekki þannig leik, þannig að það er erfitt að segja mikið þetta en Grindavíkurliði finnst mér töluvert sterkara og Þórsliði eru mjög sprækir og hafa átt nokkra leiki í vetur þar sem þeir eru mjög góðir og þeir vinna nokkuð öruga leiki í gær, þannig að þeir setja spennu í þeim einvígi og verður fróðlegt að sjá hvernig Grindavík svara því. Við erum búin að missa náttúrulega einn af þeim bestu mönnum í Þórliði, þannig að það er svona það sem mér finnst Grindavíkurliði hafa töluvert yfir Þórsliði, það er mikið verið breytt, þannig að það er svona veikir aðeins breyttinni á Grindvíkingum að missa Þórliði. Og svo já, Káringar, þeir eru að virðast alltaf að fara beint í 3-0 gegn Snæfell allan að miðað við úrslit síðustu 2 leikja? Já, svona miðað við mannskap og miðað við hvernig Káur hefur spilað í vetur, þá sér mann ekki Káur tapa mörgum leikjum í þessar úrslitakeppni. Ég ætla bara svona rétt að vona fyrir körfuboltann og úrslitakeppnin að það verður og þeir fá aðeins meiri samkeppni og mótspyrnu heldur en þeir eru að fá núna í þessu einvígi. Úrslitakeppni í körfunni hefur verið alveg mögnuð síðustu ár. Þannig að ég ætla að vona að þeir sópi sig ekki og fari bara alla leið og klára þetta 9-0. Já. Sem þeir gætu hæfilega gert. Og svo Njarðvík, þeir eru yfir gegn Haukum 2-0. Já, það var í bausnum við að Haukarnir myndu jafna seríunni í kvöld en Njarðvíkarnir náðu að knýja fram sigur og eru bara í lykilstöðu eins og Stjarnan og eru reyndar að fara heima vel, þannig að það verður mjög erfitt fyrir Haukarna að koma tilbaka og þurfa að fara 2 sinnum í Njarðvík til þess að vinna þessa seríu, þannig að það er raunin ekkert annað heldur en fyrir Njarðvík bara að missa ekki einbeitinguna þá eiga þeir að klára þessa seríu með 2 heimaleiki. En aðalleikurinn er annað kvöld korter yfir 7, það er Snæfell Valur. Já, heldur betur, það er eini leikurinn á morgun og þannig að það beinast öll augu að þeim leik og það verður hörkuleikur. Hvernig já, þið eru að spila núna mjög þétt í kringum úrslitakeppnina, reynir þetta ekki svolítið á leikmenn eða er þetta bara fínt að spila svona þétt? Já, við erum búin að undirbúa okkur fyrir þetta í allan vetur. Það hefur verið spilað mjög þétt í úrslitakeppni undanfarin ár. Þannig að við erum búin að undirbúa okkur fyrir það. En það kom svona nokkuð snemmi ljós og við varum ekki að fara að verða deildarmeistarar, þannig að tímabil okkar miðaðist að því að undirbúa okkur fyrir úrslitakeppnina og við höfum verið að undirbúa okkur fyrir það að spila mörgum leikmönnum og nýta það breytt sem við erum með, þannig að það hendur okkur ákveðlega að spila þér. Já, nákvæmlega. En núna til dæmis, við erum búin að vera að spila annað hver dag en síðan kemur núna langt hlé. Og það er svona dálítið skrítið að það sé spila svona þétt og komið svo langt hlé. Þannig að þetta kannski vera svona aðeins kannski minna hlé og meira hlé síðan. Ekki svona stutt og langt. Já, nákvæmlega. Svona rétt í lokin áður en sleppið þér þá náttúrulega verði ég að spyrja út í Hamari Hveragerði þar sem varst að þjálfa, hvernig fannst þér standa sig þetta tímabil? Mér fannst kvennaliðið standa sig mjög vel. Mér fannst þær standa sig alveg vonum framar og Haddi fær hróskilið og er sterkur í Hamarsliðinu. Mér fannst mjög gaman að sjá hvernig þær komu inn sem nýlegar og gerðu mikið nösla í deildinni. Já, nákvæmlega.
Ágúst Björgvinsson, gangiði vel annað kvöld og vonandi að við sjáum þig í úrslitaeinu þínu. Já, takk fyrir það. Bestu þakkir. Já, takk. Já, fer ekki langt, við ætlum að heyra hérna í Ágústi nafna hans, landsliðsþjálfara kvenna í handbolta, en það er stórleikur á miðvikudaginn Ísland-Frakkland. Farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.